Já, góðir. Biðumst velvirðingar á þessari seinkun hérna að bilaði kapall í Breiðholtinu og því miður mjög óviðráðanlegt fyrir okkur hér í Hlíðasmáranum á 4-3 en eins og glöggir sjá þá er staðan 1-0. Viktor Jónsson kom í að yfir og ég sá það mark ekki frekar en þið. Þessi lið hafði auðvitað verið í brasi í upphafi leiktíðar í að auðvitað án sigurs sem er 2 stig eftir fyrstu 3 leikina sem eru auðvitað mikil vonbrigði. Leiknir er með 3 stig eftir 3 leiki, klálega meiri pressa á ÍA fyrir hérna leiktíðina, þannig að þeir þurfa sigur í dag. Kannski þyljum upp bara byrjunliðin hérna. Í markinu hjá Leikni er það Viktor Freyr Sigurðsson, svo er það Daði Bærings Halldórsson fyrirliði, Andi Hóti, Árni Elvar Árnason, Daniel Finns Mattíasson, Brynjar Hlöðveðsson, Jón Hrafn Barkason, Hjalti Sigurðsson, Arnór Ingi Kristinsson, Davíð Júlían Jónsson og Ómar Sóe. Gestana Árni Marin og Einarsson í markinu, þú voru Jóhannes Val, Hlynur Sævar Jónsson, Arnlefi Hjörleifsson, Viktor Jónsson, Steinar Þorstinsson, Daniel Ingi Jóhannesson, Gísli Laxdal Unnarsson, Indriði Áki Þorláksson, Pontus Lindgren og fyrirliðinn Arnór Smárasson. En við sjáum að ÍA er hérna í álætlegri sókn. Það er hérna gott högt í þessu og við vonum að það bara komi í lag. Þetta er auðvitað erfitt að fylgjast með þessu svona. Hér er Jónas Val. Ja, þetta er hættuleikur hérna úr marki ÍA. Það er Ómar Sóe og hann er hér komin í gegn og hvað gerist? Nei, það er Árni tekur þetta í markinu.
Hlynur hérna. Þetta er vel spilað hérna á Skagamönnum. Já, þessi leikur fer hérna þetta fram á gervigrassinu hér í Breiðholtinu því að aðalvöllurinn, grassvöllurinn, er ekki klár. Já, fyrir liðin með boltan. Já, þetta er ekki skemmtilegar gæði hérna. Og þá duttum við út. Já, líf og fjör í þessu, eins og ég segi, þá bilaði kapall í Breiðholtinu. Þess vegna eru þessir örðuleikar óviðráðanlegt. Við erum eins að koma inn aftur. Það er rosalega gott að losna við þetta högt. Svo við getum fylgst almennilega með þessum leik. Dómari leiksins í dag er Einar Ingi Jóhannsson. Og sáum hann að rífa spjaldaloft. Hlynur kominn í pókina, Skagamaðurinn. Já, Jóhannes Val hérna með Arnleif með sér en fer langt. Davíð gerir vel í að koma boltanum út á Arnór. Og Árni. Já, það er rok á mark Skagamanna, leiðinda veður í Breiðholtinu.
Sjáum Daniel Inga Jóhannesson hérna í mynd. Næst okkur, númer 13 í liði IA. Það er 16 ára gamall og er á leið til Nordsjælland eins og sagði í fréttum á dögunum. Gríðarlegt efni. Bróðir Ísaks Bergmann í landsliðinu. En hér var allt svart. Áfram heldur tæknin að stríða okkur en við erum alltaf komið aftur. Það er hornspyrna sem að heimamenn eiga. Það er Daniel Finns sem ætlar að spyrna þessu fyrir. Kemur boltinn og það var ekki hægt að sjá hvað gerist hérna. Ætlar hann getur farið í skoti, gerir það. Nei. Davíð hins vegar með boltan. Það eru 4 aðrir leiki sem fara fram í lengjudildinni í kvöld. Áttu að vera 6 talsins í kvöld en leik Vestra og Grindavíkur var frestað. En hér er eins og að færi Arnór Smárasson. Já, völlurinn var svo blautur fyrir vestan. Það var ákveðið að fresta þar til morguns. Leikunni fer fram klukkan 1 á morgun. Já, Viktor í pressunni hérna. Það er að Dagur Ingi. Nei, boltinn ratar ekki alla leið. Það var að Davíð fyrir leiknismenn. Þetta er svona eins og myndasyrpa spilur hratt þessi leikur eins og er. Tæknin gjörsamlega að svíkja okkur.
En í að leiði með þessu einu marki Viktors Jónssonar sem kom bara snemma leiks. Þá það hins vegar Arnór. Þeir fá hotspinnu og það má ég búast við að Daniel gerir sig kláran í að... Nei, þetta innkast, fyrirgefið. Já, Leiknismenn ennþá svona að fyrir virðist í þessari 3 manna vörn sinni. Svo Vigfús hefur verið að spila. Þetta nýr þjálfari. Tók við að Sigga Höskuld sem að fór auðvitað Hlíðarenda og gerist aðstjórnarþjálfari þar. En við erum búin að missa sambandið, komin aftur inn reyndar. Þetta svona bara. Við gerum okkar besta að fylgjast með þessu bara. Það allt orðið svart. En þetta svona detturinn út. Arnór hérna. Virkilega góð varnarvinna hjá stráknum unga Daniel Inga. Það ótrúlega mikilvægt fyrir í að klára þennan leik eftir þessa döpru byrjun. Jón Þór á sínu öðru tímabili og liðið fjallu þetta í fyrra úr bestu deildinni, þannig að það pressa að gera vel, sérstaklega þegar byrjunin slök. Hér liggur eftir, þetta Hlynur, ég sé ekki alveg. Við höfum mist sambandi hérna enn á ný. Þessast verið þannig að Leiknismenn byrjuðu á 3-1 sigri á nýliðum Þróttar. Svo kom tap á heimavelli á móti Selfossi og 1-0 tap fyrir Þór. Töpuðu einnig á móti Þór í bikarnum, þannig að þetta eru 3 tapleikir í röð og gætu orðið 4. Allavega miðað við hvernig staðan núna.
Ía hefur hins vegar ekki unnið í 4 leikjum í röð ef tekin er með bikarleikur gegn Keflavík í vor. Liðið byrjaði á tapi gegn Grindavík, gerði svo 2-2 jafntefli við Vestra, svo 1-1 jafntefli gegn Aftureldingu. Skemmtileg hreyfing hjá Arnóri. Finnur Daniel sem ætlaði að þræða inn í gegn en gekk ekki upp. Virkilega góð pæling hjá leiknismönnum hana. Álöflegt hjá heimamönnum. Ómar Só með hann. Finnur Daða. Daði reynir bara skotið, það verið yfir. Skagamenn með vindin í fangið hérna í fyrri hálfleik. Og það var nú best að Haldís á jörðinni. Indriði reyndi sendinguna á Dag hérna. Það er Ómar. Annars minni ég bara á íþróttavíkuna sem frumsýnt klukkan 9 hérna á vefnum og svo verður hún mætt þar líka á sjónvarpi Símans, appinu þar eða voddinu. Og Viðar Örn Kjartansson mætti í heimsókn og ég lofa alvöru veislu þar.
Allt er klaufalegt. Bennilu skallar hérna í Ómar. Linsan þurrku fyrir okkur, það er þó eitthvað. Kemur Arnór, finnur Ómar. Átni og hæra hann aftur. Hjalti finnur hérna Jón. Boltinn komið fyrir. Nei, ekkert verður úr þessu. Það er einum leik lokið í kvöld í Lengjudeildinni. Afturhelding vann Gróttu 2-3. Frábær byrjun hjá Afturheldingu. Það er svona, ef allt verið eðlilegt, verður líklega bara með fullt hús því að þeir fengu nú hálf glórulaust rautt spjald gegn Nýja. Töpuðu 2 stigum þar. Fjölnir er svo að vinna 4-0 sigur á Þór sem mánuðismann er með 2. Það er 1-1 í nágrannaslagnum á milli Ægi og Selfoss. Svo loks er það nýliðaslagurinn. Það er 2-0 fyrir Njarðvík gegn Þrótturum. Já, Leiknismenn halda fram að reyna að spila út frá markinu. Virkilega skemmtilega gert á Jóni. Boltinn á miðjuna hérna og Daniel, svo er Ómar Só. Með Jón með sér hérna en nýtir sér það ekki, setur boltan aftur á miðjuna. Það er Átni. Finnur fyrir liðan og fær hann svo aftur. Út á Arnór. Já, skemmtilegt hlaup hjá Átna hana, kemur með hann fyrir. Hætta hana en Átni er með þetta í markinu. Og menn er alveg vindbarnir hérna á hlerinu. Og við missum samband.
Já, við erum komin aftur í samband hérna við Lindsöllinu og ég er ekki frá því að þetta sé bara allt annað hérna. Skulum vona að þetta sé komið til að vera. Þetta er allavega miklu, miklu skára. Við erum fannir að sjá leikinn hérna á eðlum hraða. Það var Arnór. Já, Leiknismenn reyna að jafna hérna fyrir hálfleik. Þetta er frábær staða fyrir Jón Þór og hans menn að fara inn í hálfleiki með þetta stöðu. Hér kemur fyrirgefin frá Jóni. Það er þá hotspinnuna. Nei, ég sýndist hann að farið á varnamanni en svo var ekki. Þetta er bara markspyrna frá marki Skagamanna. Já, boltinn fíkur bara þarna til og frá. Já, Skagamenn að reyna hérna. Árni reynir hennan langa bolta þrátt fyrir vindinn. Þá koma heimamenn hratt. Ómar. Andi kom frá afturheldingu fyrir tímabil. Virkilega öflugur miðvörður. Hér geta hins vegar gestirnir komið hratt. Gísli. Þá geta hins vegar aftur á móti heimamenn komið hratt en vel gert samt hjá Indriða, stoppar þetta. Arnór. Eru virkilega vel spilandi hérna á köflum, Leiknismenn. Þá er það Jón. Getur farið í skoti, bara gerir það. Þetta er hörku skoti en yfir markið. Góð tilraun. Skemmtilegu bolti en þetta er aðeins svo langt fyrir dag. Daniel, ætla ég nú að segja. Jóhannes Val með Pontus með sér alla leið á hlinn. Vigfús vill fá sína menn upp á völlin. Daniel mættur í pressun á, þetta skila sér allt saman. Davíð fáður eitt séns hérna fyrir lok fyrir hálfleiks. Nei.
Þetta dauða færi eða hvað? Ómar, hann að skora! Glæsileg afgreiðsla. Hann hélt þetta væri að renna út í sandinn en allt kom fyrir ekki. Geggjuð afgreiðsla hjá honum. Og þetta eins gott og þetta fyrir heimamenn, þá þetta grátlegt fyrir Skagamenn að vera að fá þetta mark á sig hérna á 40.50 mínútu. Hér fáum við að sjá þetta. Davíð með boltan hérna. Og stórkostlega gert. Við sáum þetta virkilega skemmtileg tilþrif hjá Hjalta þarna í aðdragandanum. Tók svona snögga sendingu. Ómar, hann hjalti sig. 1-1 þegar að við nálgumst hálfleikinn. Koma þær aftur. Bæta við bara gestirnir hérna fyrir hálfleikinn. Þeir fá allavega hornspyrnu núna. Kemur spyrnan. Nei, Skagamenn bæja hættunni frá. Vel gert hjá Gísla Laxdal hana. Og þá flautað til hálfleiks. Staðan 1-1. Viktor Jónsson kom Skagamönnum yfir snemma leik strax á 4. mínútu. Þá svo Ómar Só sem að jafnaði með markinu sem við vorum að horfa á. Allt jafnt í hálfleik, tökum 15 mínúna pásu, vonum að tæknin verði áfram í lagi seinni hálfleik og sjáumst á.
Já, komið velkomin aftur að skjánum, kæru áhorfendur. Við erum að fara hér í seinni hálfleik í Leiknis og Ía. Fyrri hálfleikur í aðstæðan eftir fyrri hálfleik, 1-1. Viktor Jónsson kom Ía yfir á 4. mínútu en Ómar Só jafnaði í blálokinu á fyrri hálfleik með afskaplega fallegri afgreiðslu. Allt í aft. Tæknin var að stríða okkur svona mesta hluta fyrri hálfleiks en það var allt komið í lagið hérna. Sjáum hérna. Skemmtilegt að Einar Ingi dómari aðeins að grínast í Viktori þarna. Það er kalt. En Dagur Daniel meina ég á uppasparkið, Daniel Finns, og við erum komin aftur á stað. Ég kallaði líka Daniel Inga í liði Ía Dag í fyrri hálfleik. Þetta er einhver ruglingur hjá mér. Maður myndi svona ætla fyrirfram að hvorugt liðið sætti sig við stig í dag, en þá sérstaklega ekki Ía. Það er bara ekki ásættanlegt ef liðið verður án sigurs eftir 4 leiki. Þetta lið sem átti að vinna þessa deild, svo var talað. Harandi Hoti. Alveg skot þarna frá Daniel Inga, hinum 16 ára gamla. Sjáum við að Sindri Björnsson er mættur til leiks fyrir Ía í seinna hálfleik. Ég sá nú enga tilkynningu það. En hann er þá komin inn á miðjuna. Hvort að Daví Júlían sé farin út af, ég er ekki frá því. Já, koma heimamenn og þetta er bara skotið rétt framhjá frá Arnóri sem að lét heldur betur til sín taka í fyrri hálfleik, eða svona var áberandi. Arnór Ingi Kristinsson, bróðir Kristófers Kristinssonar, spilar með Venlo í Hollandi. Hvað það? Steinar finnur hlinn. Pontus. Já. Jónas Val, hann er með Ómar Só í sér, glæsilega pressa hérna. Já, Ómar er glæsileg hreyfing þarna. Virkilega öflugur Jón Rafn Barkason.
Finnur Andi bara með sér. Hjalti. Og Jón. Arnór komin í hættulega stöðu hérna enn og aftur. Önnur snertingin að Törflón. Með Sindra aðna með sér og færa hann aftur, glæsilega gert. Arnór getur komið boltann hérna fyrir. Gerir það en þetta arfarslu auksending. En Sindri hins vegar, þeir fá aðra tilraun. Ómar, nei, boltinn best ekki til hans. Glæsilega varist hjá Hlyn. En Leiknismenn reyna aftur. Þeir eru öflugir, líklegir eins og er. Davíð er þarna, það hefur þó talað verið Árni Elvar sem fór að velli, ekki hann þann aðan. Þannig að Sindri kemur þarna svona aftarlega á miðuna. Þá passar þetta allt saman. Það spila svona þetta þriggja hafsendakerfi Leiknismenn. Þetta er soft þarna. Leiknismenn ekki sáttir. Skottilraun eða sending eða hvað sem þetta var frá Jóhannes Val. Binni lögin í vesinni en reddar þessu nú. Sindri, skemmtilega gert. Allt í einu Jón komin hérna í gegn en Árni vel á tánum. Kemur Linur. Finnur Indriða á þetta virkilega leikinn miðjumaður Indriði. Kemur Steina með boltan fyrir markið. Þarna er Viktor. Þetta er glæsilega gert hjá Skagamönnum sem eru komnir yfir á ný. Viktor Jónsson með skalla. Eins og hann er svo þekktur fyrir. Það var þetta virkilega vel gert hjá Indriða. Og svo Steinar með sendinguna fyrir markið.
Viktor að skora hérna, koma leikni í 2-1, glæsilega gert. Það er óhætt að segja að Viktor Freyr í marki leiknis sé ósáttur. Líklega við Hjalta þarna sem að ég held að hafi verið að fara út í Steinar í fyrirgjöfinni. En Viktor er svo einnig allt og einn þarna inn á teiknum og þetta er svekkjandi fyrir leikni sem að höfðu byrjað hann að seinni hálfleik mjög vel. Þá þurfa þeir aftur að fara að leita að jöfnunarmarki. Það er eins og hefur framkomið, þetta eru lið sem voru í bestu deildinni í fyrra og það lið sem tapar í dag, ef það verður eitthvað, þá má alveg tala um smá svona mini-krísu. En leiknismenn auðvitað í smá svona einhvers konar vegferð. Vigfús þarf að fá tíma. Hér er Jón. Þræðan á Davíð en gekk ekki. Andi reynir að finna Arnór en Arnór. Já, finnur Sindra þarna. Sindri finnur Jón hinum megin. Hann er komin í áreitlega stöðu en á ný og þetta endar í fanginu á Árna. Sjáum hérna að það er að skapast hættulegar stöður þegar Jón Hrafn er með boltan út í vinstra megin fyrir leikni. Sjáum þetta hérna aftur. Sindri er að finna hann hérna svolítið eftir að hann kom inn á. Hann er að koma sterkur inn í þetta. Gert hjá Bina að bera boltan hérna upp og það er brotið á honum eða hvað, nei, mér fannst þetta nú að vera brot en það skiptir engu máli. Hér kemur Steinar. Nei, þetta endar aftur fyrir afturmörk. Þetta mikill meðvindur, erfiðar að sjá það svona í sjónvarpinu en það sést á þessum stundum hversu mikið blæs. Það var eins og gott hlaup hjá Steinari. Hann var með bæði Daniel og Indriða með sér en hefði þurft að nýta sér þetta betur. Hér eru menn bara óska eftir skiptingu eða allavega einhver fara að gera sig kláran.
Skulum vona þetta sé ekki alvarlegt. Sindri þetta bara nýkomin inn á. En það er hreinlega skipting í kortunum. Robert Guendal Árnason er að gera sig kláran í að koma inn á. Þetta kantmaður, þannig að það þarf ekki að vera að það tengist. Hér eru að sjá jöfnunarmark Leiknis frá því lok fyrri hálfleiks. Þetta er dauðafæri eða hvað? Ómar, hann er að skora! Glæsileg afgreiðsla. Kemur Steina með boltan fyrir markið. Þarna er Viktor. Þetta er glæsilega gert. Og svo mark hjá Skagamönnum sem eru komnir yfir á ný. Var í þessu nafni hans Viktors, en það er nokkuð ljóst að Sindri hefur lokið hér leik. Robert Guendal var að gera sig líklegan til að koma inn, en það þarf nú eitthvað að róbla liðin ef hann er að koma inn fyrir Sindra. Þetta er ríkalegt. Nýkomin inn á, búin að vera svo öflugur þetta korter sem að hann hefur spilað. En fleiri verða mínútur hans ekki í dag. Já, það er átt að sjá hvernig þetta breytir skipulagi leiknismanna. Robert Guendal mættur inn á. Skamenn eitthvað ósáttir, ég áttum ekki alveg á af hverju. Gert hjá Steinari, hann náði ekki alveg hana boltinn til Daniels Laxdal. Daði Finnur Jón fær pláss eins og oft áður. Finnur Ómar Só. Ómar gerir vel, renn með boltan. Hvað ætlar hann að gera? Daði aftur. Þetta er furðuleg sending hjá Daða fyrirliða. Boltinn hjá Viktori. Hjalti og maður náði ekki til hans þarna.
Leiknismenn settir undir pressu hérna, en leysa þetta vel. Geta það. Kemur Robert Guendal, varamaðurinn. Það hæfileikaríkur, tekur hérna skæri sín. Og þá liggja menn eftir þetta. En er Daniel Ingi nú staðinn upp. Tuttugu og 5 mínútur eftir. Daniel. Já, finnur Jón þarna. Árnir í skóarhlaupi. Hvað er þetta? Þeir verða að nýta þetta. Ómar, nei, þetta rennur út í sandin. Þetta er grátlegt fyrir heimamenn, en Árni getur prísað sér sælan. Því líka skóarhlaupið. Robert Guendal, hann er að koma með krafti inn í þennan leik. Sjáum þetta hér aftur. Daniel þræðir hann hérna. Þetta er náttúrulega glæsileg sending. Nýti sér mótvindin, má segja. Jón kemur honum á Ómar Só, en þetta rann út í sandin. Hér er eins og það. Það er einhvern veginn allir háir boltar bara útreiknanlegir. Það er náttúrulega þessa konfekt sendingu. Jú, mótvindur og allt það, en þetta er virkilega vel gert. Leiknismenn eru svektir með sjálfa sig. Ekkert á þetta. Kemur Daniel Ingi, þessi geysi öflugi drengur. Það er ekkert á þetta, því miður, ég er sammála því. Kemur Daniel, nafni hans, finna hérna Jón enn og aftur. Skagamenn verða að fara að stöðvan, boltinn best til Ómar Só, en vel varist, já, Jónas Vallet enda með því að Hjalti tekur skotið, en já, manni finnst stöðug ógn af Jóni þarna vinstra megin. Það er vissulega vel gert hjá Hlyn.
aðeins 19 ára gamallan Jón Hrafn. Það endalaust af ungum leikmönnum í þessari deild og góðum. Við erum með 16 ára hér í Daniel Inga. Við erum með annan auðvitað í Gróttu, eins og hefur verið talað um. Hann Tómas Jóhannesson, sem fæddur 2007 eins og Daniel Ingi. Binni Hlöp. Gefa þeim það leiknismönnum að þeir eru að leysa pressurnar ansi vel. Ekki mikið verið að lúra honum langt ef eitthvað. Kemur Robert Quental. Sýna okkur virkilega skemmtilega takta í hana. Talandi unga stráka, fæddur 2005, 18 ára gamall. Arnór með Robert með sér, nær hann þessu. Já, vel gert. Finnur Arnór bara aftur. Arnór kemur þessu fyrir. Ómar Só þarna, þarf að sækja boltan svolítið og svo skoti frá Daða langt yfir. Eða ekki einu sinni það, boltin bara ennþá í leik. Frá Daniel. Binni. Þessi sending ratar ekki á Robert eins og áætlunin var greinlega. Andi, þá koma skagamenn. Þeir halda ekki heldur í boltan. Leiknismenn aftur. Þetta er nægu tími sem eftir til að jafna hérna. Daniel. Finnur Jón. Kemur þessu fyrir á Ómar Só en enn og aftur það vantar þetta loka touch hjá leiknismönnum. Þetta loka touch á þessar sóknir sem að bregðast þeim. Ómar Só oft í mjög svo álitlegum stöðum. Hjalti. Finnur Ómar. Þetta brot, það hlýtur bara að vera. Nei. Spurning hvort sem beita hagnaðarregluna. Nei, ég held nú bara ekki. En leikurinn heldur áfram. Arnór með boltan fyrir. Og þetta Ómar Só. Hvernig klúðrar hann þessu maðurinn? Þeir fá annars þessin. Þetta var ótrúlegt. Ómar Só. Þetta má ekki. Hann má ekki klúðra svona færum. Sjáum þetta einn aftur. Arnór með glæsilega fyrirgjöf. Og þetta bara óafsakanlegt klúður. Já, ef að þessi leikur í handabökin að hafa klúrað þessu. Vá. Þetta ekki hægt og svo fær Jón Hrafn líka tækifæri hérna. En það var þó ekki næstu því eins gott færi.
Hér er verið að halda góðan fund. Einar Ingi. Sem fyrir segir, þá eru fleiri leikir í lengjudeildinni í kvöld. Afturhelding vann Gróttu eins og sagði þið frá hérna áðan. Fjölnir vann Þór 6-0. Hér er hins vegar ÍA. En já, 6-0 sigur í Fjölnis, það er aldeilis maga lending fyrir Þórsara. Fyrir norðan eftir einmitt sigur á Leikni í síðasta leik. Það er jaft í grannaslagnum milli Ægis og Selfoss sem byrjaði á sama tíma og þessi. Og Njarðvík er 3-1 yfir gegn Þrótti í nýliða slagnum. Á 13 mínútur til stefnu mun ÍA landa lífsnauðsynlegum sigri hérna eftir erfiða byrjun. Það er nóg eftir. Svo mikið er víst. Koma Skagamenn, Arnór Smárasson með Daniel Inga með sér. Daniel setur það fyrir á Viktor sem hefði getað klárað þetta, en þetta er glæsilegu varnarleikur hjá Andi. Já. Skagamenn eru skeinuhættir þó Leiknismenn séu svona líklega búin að halda meir í boltan í seinna hálfleik. Þetta er bara varnarleikurinn frá Andi Hóti sem bjargar Leiknismönnum hana. Svo einfalt að það. Arnór tekur þessa spyrnu. Þetta er bjargáð, en svo er það Jóhannes Val. Eftir að Leiknismenn bjarga á línu er Jóhannes Val að fara ansi langt með þennan sigur. Hotspyrnan frá Arnóri Smára og var svo ekki Viktor sem átti skallan. Sá það ekki alveg, en Jóhannes Val allavega fylgdi þessu eftir. Sjáum þetta hér. Nei, þetta er Indrið Áki með skallan áður en Jóhannes Val tryggir þetta fullsnefnt, en hann er að fara langleiðina með þetta. Kannski alveg hægt að setja spurningamerki við Viktor í markinu. Þetta er svona útlaup hjá honum. Tapar því við Indrið Áka sem verður til þess að markið er bara opið. Þrjú 1 og Skagamenn er að undirbúa tvöfaldabreytingu. Jón Gísli Eiland er að koma inn á og Hákon Ingi Einarsson. Það eru Daniel Ingi og Arnór Smárasson sem fara út af.
Jón Gísli Eyland Gíslason, hann einmitt byrjaði síðasta leik en datt svo bekkinn fyrir þennan leik. Útlitið er svart fyrir Leiknismenn sem eru nýbúnir að klúra dauðafæri. Þannig að Jón Rafn fær. Nei. Fyrir mark og það strax Leiknismenn til að vera inn í þessu lokamyndum, en hér er bara Skagamenn. Gísli er með boltan, hann er með menn með sér, Viktor Jónsson á fjær, finnur hann. Viktor er aðeins svo lengi að þessu og þetta fjarar út, eða hvað, já. En er halda boltanum, Hlynur, finnur Indriða. Hann er markaskorarinn, Jóhannes Val. Svakar reyfingarna hjá Hlyn. Hákon í vandræðum. Daði leysir þetta. Komið heima með en Jón Rafn. Ómar svo, þetta er kunnulegu skrift. Ómar með skotið en þetta er svona laust á móti vindinum. Koma gestirnir. Þetta lítur rángstæðið, hvað Gísli er sloppinn í gegn og Viktor reynir að renna sér á boltan. Mér fannst það nú vera fyrir innan hann að Gísli en kemur ekki að sök. 10 mínútur eftir. Eða eitthvað minna, er þetta ekki alveg frosi bara hjá okkur hérna klukkan? Alltaf finnst mér búin að vera 10 mínútur í smá tíma hérna eftir. Það eru svona 7 frekar. Kemur Jón Rafn. Boltan fyrir Davíð. Indriði ágifast vel. Það er eiga virkilega flottan leik Indriði. Fyrir markið, þetta er ekki brotið á Árna núna, en haldið það, það er Jón Rafn. Og Jón Rafn aftur. Klukkan komin í lag. Þetta eru hverja 6 mínútur eftir. Þetta lítur afar vel út fyrir Skagamenn. Hjalti. Jón Rafn. Þetta er nú leikmaður sem verður spennandi að fylgjast með í sumar. Vonandi fær hann fleiri byrjunliðsleiki. Þetta er Daði. Og Davíð, en þessi fer vel fram hjá markinu. Minni ykkur að sjálfsögða að því að kíkja á íþróttavikuna beint eftir leik.
433.is, hringbraut.is, sjónvarp Símans, appinu, voddinu, sama hvar þið viljið nálgast það. Viðar Örn Kjartansson kíkt í heimsókn til mín og Kela og þetta var alvöru veisla. Mæli með þessu. Kemur Jón Hrafn. Fá hotspinnu. Það lítur að vera, jú. Daniel Finns tekur spinnuna. Hákon. Og þetta er skemmtileg tilhjún frá Jóni Gísla. Já, það er útlit fyrir að Skagamenn fara með 3 stig með sér í farteskinu gegnum Hvalfjarðargöngin og heim eftir leik. Kemur spinnan. Viktor. Daniel. Jón Hrafn. Daniel spinnir þessu fyrir Arnór með skotið en þetta fer fram hjá eða hvað, hotspinna, já. Kemur spinnan. Þetta er áhugaverð spinna.
Já, við erum komin í uppbótartímann. Ég ætlar að gera eina breytingu hérna í blálókin. Breki Þór Hermannsson er að koma inn á fyrir Gísla Laxdal Unnarsson. Fær hérna einhverja sekundur eða örfá mínútur. En saman hvernig því líður þá eru úrslitin hér ráðin. Ía er að fara með sigur af hólmi. Fara þar með upp í 7. sæti. 5 stig eftir 4 leiki. Leiknir aftur á móti 3 stig eftir 4 leiki í 10. sætinu. Og ekki ólíklegt að þeir verði bara í fallsæti. Eða ekki ólíklegt, það gæti farið svo segi ég að þeir verði í fallsæti eftir morgundaginn eða Vestri vinnur Grindavík. Davíð vildi broti hana en já, það er dæmt. Jón Rapp. Átni blakar þessi í burtu, nú lítur þetta að fara að klárast bara. Já. Hreins í hotspyrnu, það er eitthvað hérna eftir. Ekki nóg fyrir jöfnunamark en þeir geta klórað í bakkan, minka muninn. Og Andi Hóti þegar hérna fór það skotið framhjá. Kemur Viktor. Kemur Jón Rapp. Skagamenn eiga þetta innkast eða hvað? Jájá. Það var mikilvæg 3 stig hjá þeim. Hættulegu skalli tilbaka. Steinar í þessu þarna eftir skallan frá Andi. Já, nú hlýtur Einar Ingi bara að fara að flauta þetta af. Það var auðvitað smá tafir hérna á hann þegar Sindri lá. Það útskýri þetta nú líklega. En maður einhvern veginn sé samt ekki í kortunum einhver endur komu hjá Leikni. Hér er flautað. Rang staða.
Leiknismenn hvergi nærri hættir allavega. Hér Ómar Sói. Ætlar hann að skora loksins. Hann gerir það. Hann að minnka munin í 3-2. Er tími Árni heldur í boltan eins og við sjáum markmenn oft gera í dag. En þeir minnka munin hér í 3-2. Þetta kannski of lítið, of seint eða hvað. Sjáum þetta hér aftur. Ómar þurfti á þessu að halda eftir færið sem hann klúðraði hérna áðan. En þetta hins vegar bara búið. Þetta var of lítið. Sárabóta mark. En loka tölur hins vegar 2-3. Ía kom með sinn fyrsta sigur. Mörkliðsins í dag gerðu Gísli Laxdal, Viktor Jónsson og Jóhannes Val. Ómar Só gerði mörk Leiknis. Hefði getið gert fleiri. En við ætlum að segja þetta gott. Minnum á íþróttavikuna með Viðar Erni Kjartansinni. Kíkja á það. Þangað til næst. Verið sæl. Þetta dauða færi eða hvað. Ómar, hann að skora. Glæsileg afgreiðsla. Kemur Steina með boltan fyrir markið. Þarna Viktor. Þetta glæsilega gert. Hjá Skagamönnum sem eru komnir yfir á ný. Viktor Jónsson. Arnór tekur þessa spyrnu. Þetta bjargað en svo það Jóhannes Val. Eftir að Leiknismenn bjarga á línu Jóhannes Val að fara ansi. Þetta dauða færi eða hvað. Ómar, hann að skora.